Þá koma öðrum lið á dagskrá Hlíðarfjallsvegur, deiliskipulag gagnavers og athafnalóða, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér lið 2 í fundargerð skipulagsárs frá 9. mars 2022. Lögðu fram tillaga deiliskipulagi fyrir athafnalóði sunnan Hlíðarfjallsvegar. Kynningu á tillögu á vinnslustigi lauk þann 4. mars. Engar athugasemdir bárust, umsagnir bárust frá Minjastofnun og Vegagerðinni. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki tillöguna og að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Arnfríður Kjartansdóttir vaflista situr hjá við afgreiðslu málsins og óskar bókað að það sé of snemmt að ákveða núna hvaða starfsemi verður á umræddu athafnasvæði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara aðeins vekja máls á úthlutun lóða og því hvenær við ætlum að selja lóðir og hvenær ekki og hvort að það sé orðið tímabært að fara að horfa til þess og meðal annars í þessu samhengi og vildi bara aðeins vekja máls á því og óska til dæmis eftir því að bæjarfulltrúi Þórhallur gæti aðeins rætt það. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, á þessu kjörtímabili höfum við náttúrulega hækkað gatnagerðargjöld og hafið sölu á eftirsóknarverðum lóðum. Það er gott og vel og þangað ber okkur að stefna því að þarna eru tekjur sem við getum haft fyrir bæjarfélagið okkar sem er bara gott. Í þessu máli að þá kemur þarna aðili sem óskar að koma með ákveðna atvinnuuppbyggingu inn á svæðið og óskar eftir lóð fyrir sína starfsemi. Þetta bæjarstjórn tók vel í þetta og það var farið í þessa skipulagsvinnu raunverulega vegna þess að þessi aðili óskaði þessa lóð. Á þeim tímapunkti var ekki rætt gjald umfram gatnagerðargjöld fyrir lóðina. Þannig að þetta er að sjálfsögðu hlutur sem við þurfum að skoða og setja okkur og móta okkur stefnu í framtíðinni. Það er alveg rétt. En í þessu tilfelli þá var ekki það rætt við viðkomandi aðila á þeim tíma þegar hann sótti að fá vilyrði fyrir lóð. Takk. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er ágæt ábending frá bæjarfulltrúi Hildi Jönu vegna þess að ég held þessi mikilvægt að við skoðum þetta heildstætt og ég hef akkúrat tók ákvörðun það að við í samráði við bæjarfulltrúum að við myndum taka þetta mál inn á fund bæjarráðs næsta fundi á 5. daginn og ræða bara reglur lóðaúthlutunar. Það er mjög mikilvægt að við setjum okkur einhverjar reglur í þessu sambandi þannig að öllu sé ljóst hvernig við stöndum að úthlutun lóða hér í bænum. Það sé ekki, þannig að því að við erum að fara núna á stað og það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á, við erum að taka núna fyrstu skrefin. Þetta er eitthvað sem verður svona mismatch í þessum skrefum, en við þurfum í rauninni að setja okkur reglur til þess að vita hvernig við ætlum að taka síðan skrefin í rétt átt í framtíð. Þannig að menn geti gengið á því vísu hvernig reglurnar hjá okkur virka, en auðvitað er þetta, og þær hafa verið nokkuð klárar, en þetta millivís ástand skapar svona pínulítið þarna misræmi sem við þurfum að ræða. Þannig að við munum væntanlega láta gera breytingar á reglunum lóðaúthlutanir á næstu bara vikum. Þess að ég tel mikilvægt að þessi bæjarstjórn eftir þá reynslu sem við fengið af þessum málum setji niður þær reglur sem að gilda eiga lóðaúthlutanir. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara segja að vegna þess að fulltrúi okkar Vinstri grænna í skipulagsráði sat hjá við afgreiðslu málsins og ég mun gera það líka vegna þess að ég vil svolítið taka undir það að þetta er unnið á dálitlum handahlaupum. Við erum þarna með svæði
innan bæjarmarkanna sem gríðarlega mikilvægt svæði og nálægðin við spennuvirki þarna gríðarlega mikilvæg fyrir iðnað og mér finnst pínlítið óþægilegt og ég held að sé vanrætt í raun og veru það okkar stefna hvernig iðnað við viljum fá þarna, hvað skapast mörg störf og bara raun og veru, þú veist, það sem við erum að samþykkja núna viðbragð við umsókn þessa lóð, þar segja að við höfum ekki tekið frumkvæðið að því sjálf að hugsa og greina það hvað við viljum hafa þarna og það greining sem að hefði að mínu viti verið mjög gott að fara í. Ég samt ekki á móti þessari uppbyggingu og held að hún sé nú bara komið það langt vegna þess að þetta hefur verið unnið mjög hratt og stundum talað að bæjarkerfið hreyfi sig ekki hratt en þarna í þessu tilviki hefur hann gert það og kannski of hratt en ég ætla allan að segja að það mjög vanrætt hvernig við viljum nýta þetta gríðarlega mikilvæga svæði sem að orkufrekur iðnaður mun sækjast í og það að einhvern veginn við hlaupum upp til handa og fóta og skipuleggjum, drífum okkur í að skipuleggja þegar sá fyrsti kemur sem sýnir kannski svona verulega áhuga á þessu. Þú veist, það auðvitað getur maður sagt að við hefum átt að vera löngu búnaði en vorum ekki búnaði þannig að mér finnst við hreyfa okkur kannski heldur hratt og þetta mál vera aðeins vanrætt þar að segja stóra myndin. Hvað viljum við með þetta svæði, hvernig sjáum við það fyrir okkur og hvernig iðnað viljum við fá þarna. Þannig ég ætla að setja hjá við þessa afgreiðslu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það að mörgu leyti rétt sem að Sóley bendir á varðandi þetta svæði. Fyrir meira en 1,5 ára síðan var Njáll Trausti alþingismaður með fund ásamt Sjálfstæðisflokknum niðri í Hofi þar sem við fórum yfir raforkumálin og hvað svo að þegar búið að tryggja raforkuflutninga inn á Akureyri með Hólasandslínu 3 og Blöndulínu 3 hvað tekur við? Þú veist, ætlum við bara að sitja hjá og bíða og sjá hvað verður eða ætlum við að taka frumkvæðið og skipuleggja? Við höfum ekki eins og Sóley bendir á staðið okkur í því að skipuleggja og vera tilbúin. Þó svo okkur hafi verið bent á það að við þyrftum að gera það. Þarna kemur aðili sem að óskar eftir þessu vegna þess að það eftirspurn eftir þessu vegna þess að það eru aðilar sem að vilja hýsa gögn hér en ekki á suðvesturhorninu út af jarðskjálftum og eldgosum og öðru og þess vegna þetta mál til komið. Þetta líka hugsað sem ákveðin uppbygging fyrir skrifstofuhúsnæði fyrir 2-3 fyrirtæki. Þannig að þarna starfsaðstaða fyrir þetta starfsfólk. Þannig að þessi starfsmenn sem að vinna kannski beint við gagnaverið væru kannski staðaldri kannski 5 manns, ekki mikið fleiri það. En síðan eru þessi fyrirtæki sem að eru raunverulega að nýta gagnageymsluna á þessum stað með kannski 2-3 starfsmenn á sínum vegum þrátt fyrir og fyrir utan hina starfsmennina. Þannig að margfeldi sem áhrifin af þessu og maður fann það bara strax þegar við ræddum við viðkomandi aðila að hann búinn að hafa samband við margar verktaka hér í bænum og aðra aðila upp á að búa sér til samband að upp á verktöku og annað skilur. Þannig að margfeldisáhrifin af svona veri eru töluverð. Þannig að þetta skapar töluverða atvinnu. Og varðandi skipulagið á þessu svæði að þá erum við að skipuleggja þetta fyrir grænan iðnað. Þannig að við erum að huga því að við nýtum okkar raforku vel í eitthvað fallegt. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson loki máli sínu. Orðið laust. Það sem fleiri ekki hvað sér hljóðst, þeir sem geta samþykkt að setja þetta í auglýsingu, gefa merki. Það eru 10, einhver á móti, engin og 1 situr hjá. Sóley.